Tap í Kartal Arena í kvöld. Hvað er að gerast hjá okkur? Hvað tapið þessum? Já, hvert tökum þessum. Þannig að það voru nokkur skellir. Það kom okkur 8 stiga rönn í byrjun þriðjuleikluta. Martin setti þrist. Í fyrstu sem fengum okkur 8 stiga á 30 sekúndum. Það er bara rosalega dýrt. Eftir fóru ekki að vítaskotum. Síðan eru bara líka góðir, kannski ekkert eitt. Þetta er bara rosalega gott körfubolti. Ég meina, eitthvað starf. Við töfum þessu eitthvað starf inni. 2 töfum núna í þessum glugga. Það sem dílið og komum út úr keppni. Hvernig séu framtíðina hjá þessu lið? Svo kemur smá likka núna út af þessu. Framtíðin er björt og þeir sem munu bera þetta í framtíðin eru mjög hæfileikarík leikmenn. Það er ekki það sem þetta snýst held ég. Þetta snýst að við náum að mynda sterkar liðsheild í framtíðinu. Ég held að því að hæfileikarnir mun ekki vanta. Íslandi verður ekki þannig í körfuboltaheiminum og við getum bara labbað í gegnum þó við fara á Europass, við séum að fara þangað aftur. Hlutinni duttu aðeins með okkur. Þessar undankeppni hafa alls ekki duttið með okkur. Dottið með okkur. Við töfum út í Búlgaríum 2 heima og heima. Og þannig er bara sportið. Hlutinni duttu með okkur þegar við komast í Berlín. Og þannig, núna bara það er öfugt. Við áttum alveg skilja mínum að fara áfram í þessu riðli. Það er bara þannig. En ég meina framtíðin hjá þessum drengjum bara sjálfsögum bara björt. Ég að spyrja því að þú ert aldursföst í liðinu. Þetta síðasta leikur minns. Ég bara veit ekki á hverju núna. Það er alveg stutt ég tek á hverju núna. Ég bara veit ekki þess að hingra þessu. Það er ekki megin. Ég er alltaf skipt skoðun innra með mér. Það er svona leikjum sem ég hangi. Það er óbúslega gaman og ég veit svo þegar ég ætti að nægja því ekki aftur. Það kemur aldrei aftur. En síðan þegar maður er á okkur ferðalögum, stundum alltaf eitthvað, ég hef alltaf tíma til þess að vera að þessu, eða er ekkert í aðstæðan til þess að gera þetta. Það er burtur á fjölskyldinni, þá þurfum við ekki í slögur lengur hættur. Skrokkurinn leifir þetta varla lengur. En það er eitthvað í mér sem ég hangi á þessu, ég má bara vera að passa mig að gera ekki lengi. Ég vil ekki fá eitthvað fund með þjálfurunum sem segir að ég get ekki hjálpað til lengur. Það væri haglægt, en það er bara óbúslega gefandi og ég held að margir íþróttamenn sjá eftir þessum leik, í svona höll og svona stemningu. Þetta er ekkert sjálfgefið að spila mútið svona frábærum íþróttamönnum. Þessar stemningu, það er bara frábært.